Guðmundur, blessaður og velkomin Guðmundur. Komdu heill og sæll. Heyrðu, áður en við byrjum, hvar fara þessar yndislegu konur? Það eru dásamlegar þessar. Já. Þetta eru dagmaður í Reykjavík. Er þetta dagmaður? Já, meiri hátar. Heyrðu, þetta eru mínar uppáhalds konur. Já. Svo segja þér að þessar konur, ekki allar að vísu, en það eru hver annar betri. Já. Þær hafa passað 4 eða 5 af mínum barnabörnum og ég lýs ekki bara elskulegheitunum. Nei. Og hvað fólk í Reykjavík á þessum konum mikið að þakka og hvað er mér lítið þakkað? Hefur ekki að klappa fyrir? Jú, ég vil að klappa. Jæja, Guðmundur, gaman að fá þig hingað. Takk eða fíl. Og við ákveðum þá svona í byrjun að það ekki að semja frið. Jú. Já, þú lofaðir því. Ég lofaði því. Nú en byrjum aðeins á Guðmundi í íslensku þjóðlífi. Þú verður frægur hvað, 1955 fyrir slagsmál, landsfrægur. Frægastur skulum við segja. Já, hvað gerist þá? Ég var Reykjavíkurmeistari í jakahlaupum 12 ára á Tjörninni Reykjavík svo. Og þaðan færðu þetta? Já, meðal hans. Já, en þú verður landsfrægur, það ekki 55, er það ekki rétt? Já. Og hvernig stóð því? Þetta var 6 vikna verkfall maður. Já. Maður hafði 400 manna her undir vopnum. Já. Lögreglan var 110. En varstu snemma pólitískur Guðmundur? Já, hann skoti snemma. Á hverju? Þjóðfélagi var allt hannig þá. Já. Svona í minni bersku. Hann var að færa föður sínum kaffið í atvinnubótavinnu. Foreldrar vina minna eða feður voru atvinnulausir og þetta voru tímatinn þá eru róttækur og svo eiga menn ekki að vera sleppa neitt síni róttækni með aldrinum, en er ég nógu góðum aldri en þá? Já, ég sé það. Já. Mikil fátækt sem sagt. Já, það mótaði menn ákveðlega sterkt. Þannig að þú hefur farið snemma í æskulýðsvirkinguna. Já. Þá varst þú að reyna ýmsar nýja leiðir að það ekki til þess að fá fólk á fundi hjá ykkur. Jú. Varst ekki í víurnar við Nóbelskáldið? Já. Segðu mér frá því. Helvíti fór illa út úr því maður. Sko, við þurftum að svara Heimdalli með því að vera með öflugri samkomur. Og við fundum það út að við þurftum að fara norður í land að fá Laxness. Hann var ekki Nóbelsskáld þá, en þetta var nú frægast skáld okkar. Og ég hringdi í hann og hann lofaði að koma þarna upp skrifstofu æskulýðsvirkinguna klukkan 3. Ég nú aldrei stundvísi, en fyrir tilviljun bara. Ég var á seinna út. Þá kom hann mjög hátíðlegur og ég bara berendið hvort hann vildi ekki lesa upp úr skáldverkum sínum á þessum stórkostlegu skemmtunum sem við ætlum að halda norður í landi. Ég hef aldrei talað við hennar mann áður. Lesið hann frá 16 aldri og eldan landi til að hlusta á hann. Hvað heldur hann hafi sagt? Ég veit ekki. Hann sagði, já, þið eru bara að ferðast að hann. Voðalega gaman að geta verið að ferðast að hann. Ég mist út úr mér, þú ert nú ekki alveg saklaus af því. Já, ég er að skrifa bók og maður þarf að einbeita sér, ég get ekkert verið að ferðast. Svona, ég eiginlega aldrei sem vant að vera eitthvað hikandi og þá sé hann, heyrðu ungi maður, já, kollungur þá sko. Heldur þú sér nógu modern, sagði hann. Nógu modern? Hvað áttu við? Já, fá skáldu til að lesa bókmenntir eða litteratúr, það átti ekki að vera eitthvað trekkils á samkomuna. Ég held að þú sért bara ekki nógu modern. Hvað viltu hafa, þú ert ekki að vera með skáld, hvað viltu hafa sig? Já, það er að vera með eitthvað frumlegt, eitthvað nýtt. Hafðu box eða feitustu konu í heimi? Ég kom ekki fyrir nokkru orði. Og svo hvatti hann ákaflega vingjarnlega og hneigði sig og sagði, ungi maður, það sem gildir er að vera modern. Síðan hef ég ekki talað við hennar mann, hvort ég vinni síðar.
ég les allt eftir á. Ég man eftir tíkum þegar ég var lítill, þá var ég voða hræddur við því þegar ég heyrði í þér og sá þig á götu, en þrátt fyrir þessa miklu stærð og þyngd, ábúða mikill, ertu ekki ljúmenni? Ég er ákveðlega ljúfur, jú. Er það ekki? Það er þetta með hug. Hvað þessi ábúða mikli verkalýðslaut og í hvað áhugamál hefur hann? Já, áhugamál áttu við tómstundir aðeins, er það ekki? Já. Maður les nú mest tómstundir, sko. Þeir sem gefa sig í þetta helvíti, þeir eiga yfirleitt enga tómstundir. Það er helst sko að maður þyrfti að eiga meiri tómstundir til þess að elska kona sína betur. Þetta er svona. En ég veist það að þú varst nokkuð og bara mjög liðtækur í íþróttum á sínu tíma. Já, ég þótt efnilegur. Hvenær kepptir þú síðast? En mér var ráðlagt að hætta sko meðan það orðlagi á mér ég væri efnilegur. Já, vera efnilegur. Já. En hvenær kepptir þú síðast í íþróttum? Já, það er nú það. Já. Það var ekki mjög langt síðan. Nei. Og gerði hans í gott, skal ég segja. Þá var Ingibjörn Albersson, sonur Albers fóstbróður míns Guðmundssonar. Hann var með þér í Val. Jú. Þið voru alltaf að gera mörk hjá KR helvítin ykkar. Og þá var hann að þjálfa FH. Já. FH var nú eitt í öðru sæti á Íslandsmótunum þá. Nei. Hann var að reyna að gera einhverja menn úr þeim. En það var lítil aðsókn af vellin. Hver heldur hann tekið upp á? Hann var modern, sko. Hann auglýsti í FH eitthvað annað félag, manni hvað það var, í leikfléi verður vítaspyrnukeppni milli Albers Guðmundssonar og Guðmundar Jaka. Það voru aldrei verið önnurins aðsókn í Hafnarfirði mörg ár. Komu þessi 3 Hafnfirðingar? Það Magnús. Já. Og hvernig fór? Já, það fór dálítið vel. Já. Það fór dálítið vel, sko. Mér leist nú ekki á það, sko, fyrsta skot Albers, það var í vinkilinn svona þarna uppi. Ég held að bolti myndi, sko, bara springa. Og svo dró ég vall að markverðinum í fyrsta skoti. En svo þegar það voru búin 4 skot hjá hvorum, þá voru 2-2. Og jafntefli? Nei, þegar ég var búin með 5, þá var ég búin að skora 2 mörk. En Albert bara eitt, hann skoði tvisa í stöngina. Já, klaufi. Klaufi. Já, helvítis klaufi. Nú, einu sinni stöngina. Svo var hann nú í fínufötunum sínum og sperriskonum, ég var í öllum íþróttagalla og flottmaður. Og hann tók nú mikið til laup og skaut og í stöngina út aftur. Þá kemur þessi elskulega dóttir mín einn, sem hefur verið þarna, hjá þessu stúkum og dugleg og góð, kemur hlaupandi og segir afi, ég viss að þú myndi vinna. Guðmundur, dásamlegt að fá þig hingað til minn í kvöld. Gangið alltaf sem best. Takk að þér fyrir. Og gefðu konunni aðeins meiri tíma. Ég ætla að reyna.